Halldór Halldórsson að koma hér upp og greina frá bókunum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég með 3 bókanir frá Sjálfstæðisflokki og Framsóknarflokki og Flugvallavinna. Það er búið að senda þær á ritara. Varðandi bókun vegna úrgangsmálana, að þá hún svona: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallavinna telja mikilvægt að auka möguleika borgarbúa á flokkun í úrgangsmálum. Þar sem ekki liggur fyrir hver kostnaðurinn af þessari aðgerðaáætlun er fyrir Reykjavíkurborg og heimili borgarinnar og óábyrgt að samþykkja slíka áætlun. Þegar ljóst að þeir breytingar sem ráðist verði í áramótin 2015-2016 munu kosta heimilið alltaf 38% meira. Leið á að hirða almennt sorp á 14 daga fresti í stað 10 daga fresti, auka kostnað borgarbúa og draga úr þjónustu. Þá einnig gagnrýnt að hvergi viki frá þeirri stefnu að borgin ein geti sótt blandaðan úrgang þegar einkaaðilar hafa sýnt áhuga á því verkefni, en þannig getur borgarbúa fyrirhafi flokkun lífræns úrgangs. Bókun vegna Grensásvegar. Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir meiri rekstrarvanda en dæmi í langri sögu borgarinnar. Starfsfólki hefur verið falið að leita leiða til að skera niður 1,8 milljarða. Mestu niðurskurður á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði. Fjárfrekum verkefnum með slegið á frest, biðlistar eru langir en þrenging Grensásvegar sem áætlað að kosti 170 milljónir er nú sett í forgang. Reynsla kennir okkur að með þrengingu gatna mun bíla umferð leita inn í nærliggjandi íbúðahverfi þar sem börn eru að leik. Grensásvegur er ekki í flokki hættulegra gatna. Engu að síður er hægt að auka öryggi gangandi og hjólandi vegfarenda með kostnaðarminni aðgerðum. Þrenging götunnar er ekki forsenda aukins öryggis og 170 milljón króna framkvæmd er ekki í neinum takti við þann niðurskurð sem unnið er að í öllu borgarkerfinu. Flokkarnir styðja hjólreiðaáætlun en á sama tíma og ekki eru til peninga til að sinna grunnþjónustu borgarinnar, biðlistar eru langir og fjármagn slæm, þarf að forgangsaða fjármunum og þetta verkefni er ekki slíkt forgangsmál. Bókun vegna Austurbakka eða Hafnartorgs. Eftir áramót birtust myndir af fyrirhuguðum byggingum á Austurbakka í fjölmiðlum. Hvorki borgarfulltrúum né borgarbúum voru kynntar endanlega teikningar áðan þær voru samþykktar af byggingafulltrúa. Þá voru endanlega teikningar ekki lagðar fyrir svokallaðan fagrýnihóp áður en þær voru endanlega samþykktar. Þó svo að verið sé að byggja í samræmi við gamalt deiliskipulag þar sem umfang bygginga er ákveðið, þá er þetta einhver mesta uppbygging í miðbænum í langan tíma. Húsin munu gjörbreyta ásýnd svæðisins. Útlit þeirra þarf þess vegna að rýna vel og leita eftir samráði við borgarbúa. Þarf að kynna slíkar byggingar fyrir borgarbúum fyrir í skipulagsferlinu og leita álits fagrýnihópsins áður en teikningar eru endanlega samþykktar. Nauðsynlegt er að setja skýrar verklagsreglur málsmeðferð byggingarleyfa þegar svo áberandi byggingar í borgarlandslaginu er að ræða. Ég hef gert grein fyrir 3 bókunum en ég vænti þess að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir gerir grein fyrir einni bókunni viðbót. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur gert grein fyrir bókunum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallavinna og þá kemur borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir og gerir grein fyrir bókun Forseti, bókunin hefst svo: skerðing matarþjónustu við aldraða leggst þungt í notendur hennar og borgarbúa alla. Fagfólk bendir á að ekki verði sú hagræðing af skerðingunni eins og meirihluti borgarstjórnar áætlaði og að áhrif hennar hafi verið vanmetin. Erfitt er að skilja forgangsröð meirihluta Pírata Samfylkingar Vinstri-grænna Bjartrar framtíðar í Reykjavík. Grunnþjónustu við aldraða er fórnað án þess að gefa notendur svigrúm til andmæla og án þess að nauðsynlegt mat og áhrifum aðgerða liggi fyrir. Margsinnis hefur meirihlutanum í Reykjavík verið bent á að slök fjármálastefna geti ógnað velferðarþjónustu og því miður virðist þeirra áhrifa farið að gæta. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókun frá borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokks og Framsóknar og Flugvallavinna. Þá eru borgarfulltrúar meirihlutans eftir að gera grein fyrir nokkrum bókunum. Er ekki hægt, getum við ekki fengið eitthvað? Nei.
Ok, borgarfulltrúi Trausti Harðarson kemur hér og gerir grein fyrir bókun borgarfulltrúa Framsóknar á Flugvallaveina. Björn. Bókun Framsóknar á Flugvallaveina undir lið 3. Það miður að meirihluti borgarstjórnar skipar af Vinstri grænum, Samfylkingunni, Pírötum og Bjartri framtíð. Skyldi ekki nýta tækifæri á 100 ára afmæli kosningaréttar kvenna að tryggja að Reykjavíkurborg fengi jafnlaunavottun á afmælisárinu. Það staðfest að konum væri greidd sömu laun fyrir sömu vinnu í Reykjavíkurborg í samræmi við tillögu Framsóknar Flugvallaveina á borgarstjórnarfundi 17. mars 2015. Borgarfulltrúi Trausti Harðarson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun Framsóknar á Flugvallaveina. Þá gerir Halldór Auðar Svansson grein fyrir bókun meirihlutans vegna úrgangsmála. Fulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun undir 1. lið. Aðgerðaráætlun í úrgangsmálum felur í sér aukna flokkun, minni úrgangsmyndun og meiri hagkvæmni í markvissum skrefum til ársins 2020. Fyrsti áfangi sérsöfnun á plasti í grænar tunnur við heimili. Áfram verður lögð rík áhersla á að taka tillit til mismunandi aðstæðna fólks í borginni, enda býður nýtt fyrirkomulag sorphirðu upp á fjölmarga möguleika. Engan veginn hægt að segja til hækkun eða lækkun í einstaka tilfellum, enda geta íbúar valið sér þjónustu. Allt frá einni lítilli tunnu yfir í margar tunnur af mörgum gerðum. Að fullyrða að allt að 38% hækkun sé að ræða án þess að forsendur þeirrar tölu séu útskýrðar því villandi. Borgarbúar eru eindregið hvattir til að fara inn á ekkirusl.is til að skoða hvaða samsetning tunna við heimili hentar þeirra heimilisaldi best og hver kostnaður við hana er. Borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson hefur lokið við að gera grein fyrir bókun vegna úrgangsmála. Allar hinar bókanirnar eru komnar saman í einn tölvupóst og má biðja einhvern borgarfulltrúa. Heiða Björg Heilmisdóttir ætlar að gera grein fyrir öðrum bókunum. Þær eru komnar allar í einn tölvupóst. Komnar hingað. Er ekki allt eins gott að það sé bara sami borgarfulltrúin sem lesa allt upp? Nei? Hendla það. Við getum alveg verið hérna fram eftir nóttu, það er ekkert mál. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson ætlar að lesa sinn hlut hér. Já, það er annars vegar bókun sem að borgarfulltrúar þekkja reyndar ágætlega í samtöku Grensásveg, en góð vís aldrei ofaft kveðin. Hún hljómar svona: gerð hjólastíga við Grensásveg í samræmi við samþykkta hjólreiðaáætlun borgarinnar frá 2010 og endurskoðaða áætlun frá 2015. Báðar áætlanir náðist þverpólitísk sátt í borgarstjórn. Fyrirhugaða framkvæmdir við Grensásveg munu þó ekki bara nýtast ört vaxandi hópi borgarbúa sem nýta sér hjólreiðar sem samgöngumáta, heldur munu það líka leiða til meira öryggis fyrir fótgangandi vegfarendur og íbúa í næsta nágrenni. Í dag skilur aðeins örmi og gangstétt bílaumferðina frá húsagörðum. Það hefur gerst trekk í trekk undanfarið misseri að bílstjórar missa stjórn á bílum sínum og bíl hafnar inn í húsagarði við götuna. Framkvæmdirnar fela í sér að akreinum fyrir bílaumferð fækkað úr 4 í 2, mælingar og umferðarþunga sýna að ekki þörf á 4 akreinum, umferðarspár sýna að það verður heldur ekki þörf á þeim í framtíðinni. Breytingar sem verða á Grensásvegi muni leiða til þess að hægja mun á bílaumferðinni. Það er mjög æskilegt. Mælingar og umferðarhraða sýna að hann nær alltaf 70 km/klukkustund. Það er allt of mikið. Vinna við hverfisskipulag, bústað og hálendishverfis leiðir í ljós að hverfin eru umlukin miklum umferðaræðum sem hafa skaðleg áhrif á lífsgæði íbúanna. Undanfarið hefur verið unnið markvisst að því að draga úr þessum neikvæðu áhrifum. Þeirri vinnu verður haldið áfram. Breytingarnar á Grensásvegi eru liður í því. Og þá les ég líka
bókun vegna Austurhafnar, Hafnartorgs eins og það farið að kalla það, og hún hljóðar svo: í framhald af kynningu í umhverfis- og skipulagsráði og ásýnd og yfirbragði Hafnartorgs í október 2014 leitaði byggingafulltrúi álits fagrýnihóps arkitekta. Hópurinn skilaði áliti sínu dagsettu 20. mars 2015 og var það sent á arkitekt verkefnisins. Í kynningu í ráðinu þann 16. september 2015 var komið til móts við þetta álit með þrívíddarteikningum og greinargerð fyrir efnisnotkun, yfirbragði nýbygginganna og samspili við umhverfið. Þar var einnig gerð grein fyrir því hvernig göngugata sem nefndir Steinbryggja verður lífæð svæðisins ásamt Reykjastræti með virkum og opnum jarðhæðum. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu og þá tekur borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir til máls. Já, forseti, borgarfulltrúar, ég ætla að lesa hérna 3 síðustu bókanir meirihlutans. Fyrst það við liðin Allir lesa. Hún hljóðar svo: borgarstjórn hvetur íbúa borgarinnar til þátttöku í verkefninu Allir lesa, landsleikur í lestri. Því ætlað að auka lestur hjá fólki á öllum aldri en borgarstjórn hvetur foreldra, afa og ömmur sérstaklega til að gefa sér tíma til að lesa með börnunum sínum og barnabörnum. Borgarstjórn mun skrá sig til leiks í keppnina og skorar jafnframt á aðrar sveitarstjórnir að gera slíkt hið sama. Þá það bókun við liðinum 100 ára afmæli kosningaréttar. Afmælisárið 2015 var bæði gefandi og hvetjandi í jafnréttisbaráttunni. Konur og femínískar áherslur voru sýnilegar en áður í starfsemi borgarinnar, viðburðir á hennar vegum og samfélaginu öllu. Meirihluti Samfylkingar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggur ríka áherslu á að svo verði áfram og að unnið verði að jafnrétti kynjanna á öllum sviðum, þar með talið að útrýma kynbundnum launamun og kynbundnu ofbeldi. Stór skref hafa verið stigin í þessum efnum en betur má ef duga skal. Borgarstjórn hefur einsett sér að sporna gegn kynjamisrétti á öllum sviðum og mun halda því áfram uns jafnrétti verður raunverulegt í samfélaginu. Og þá það síðustu bókun vegna umræðum skerðingu á þjónustu við eldri borgara. Á vegum velferðarsviðs veitt margvísleg þjónusta fyrir eldri borgara sem veitt í samræmi við stefnu og aðgerðaáætlun. Þar heimahjúkrun, hjúkrunarheimili, félagsstarf, þjónustuíbúðir, félagsleg heimaþjónusta, akstursþjónusta fyrir aldraða og margt fleira. Matarþjónusta veitt á 17 félagsmiðstöðum velferðarsviðs á virkum dögum alla daga ársins á Vitatorgi og í heimsendingu. Við undirbúningu opnun nýrrar félagsmiðstöðvar í borgum Spöng var miðað við að rekstur matsals yrði með sama þjónustustigi og aðrar félagsmiðstöðvar í borginni. Það að starfrækt væri móttökueldhús og að matur kæmi frá Vitatorgi alla virka daga. Þá var gert ráð fyrir að íbúar gætu fengið heimsendan mat helgar og með því fyrirkomulagi væri gætt jafnræðis meðal borgarbúa. Myndaður hefur verið viðræðuhópur með starfsmönnum þjónustumiðstöðvarinnar Miðgarðs, hjúkrunarheimilins Eyr og fulltrúar íbúa í Eyrborgum sem hefur það verkefni að finna viðeigandi lausn fyrir þá íbúa Eyrborgar sem vilja fá þjónustu á matmálstímum helgar. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið við að gera grein fyrir bókunum meirihlutans. Það hafa verið gerð grein fyrir öllum bókunum, allar umræður hafa verið tæmdar og fundi slitið klukkan 00:08.